Góða kvöldið, verið öll hjartanlega velkomin í loftsalinn hér í kvöld. Stefán Rafn heiti ég og prestur hér í Aðventukirkjunni ásamt Björgvin. Og þetta sem sagt í fjórða skipti sem við erum komin saman til þess að hlusta hérna á Björgvin tala til okkar. Og ég ætla bara að gefa honum orðið núna. Komið öll blessuð og sæl og velkomin aftur. Gaman að sjá okkur. Ég held ég sé að ýta á réttan takka hérna. Skal við sjá. Þetta kemur allt. Þetta góða. Og svo ljósin hérna, þau mega, held ég. Við ætlum í kvöld að fjalla það sem oftast kallað fagnaðarerindið, en við ætlum að nota helgidómsþjónustuna sem Guð sett á laggirnar þegar að Ísraelsmenn yfirgáfu Egyptaland. Og þessi helgidómsþjónusta segir á mjög einfaldan hátt og á mjög skýran hátt hvað fagnaðarerindið sé í raun og veru. Nú þykjumst við vita hvar Sínaí fjallið en það nú margt sem bendir til þess að við vitum það ekki enn þann dag í dag. En þetta svona mynd sem að listamaður notar og það sem við þó vitum að Sínaí fjall að öllum líkindum, ég ætla að vera faravarlega, að öllum líkindum ekki á Sínaískaga. Ég vona að þú hefur ekki eytt miklum peningum í að fara og skoða fjallið á Sínaískaga, því að samkvæmt Móse sjálfum þá fjallið í Mídíans landi. Og Mídíans land á Arabíuskaganum. Og Páll segir sjálfur að hann hafi farið til Sínaí og verið í Arabíu þegar hann fór til Sínaí. En þetta svona það sem að fræðimenn eru svona að leika sér með fram og tilbaka og við leyfum þeim bara að njóta þess. Ég man eins og eftir því að hafa lesið tímabilið eftir Lúther sem að stundum hefur verið kallað hinn dauði rétttrúnaður. Og þá voru menn búin að rökræða alla reikninguna fram og aftur að því að þessi saga segir. Það eina sem átti eftir var að rökræða hvað Adam og Eva höfðu í morgunmat. Hvernig í veröldinni þeir gátu fært fram rök fyrir því hef ég ekki hugmyndum, en þetta svona sagt til gamans. En hérna allavega mynd af ímynduðu fjalli. Þarna höfum við svo tjaldbúðina og svo höfum við tjöld ættbálkana 12, þarna sikkur megin. Ég held að, ég veit ekki, hann vill ekki hlýða mér. Fjarskiptingin. En þetta kemur einn sem kann þetta, já. Það komið hérna. Við viljum bara fara fljótlega yfir tjaldbúðina sjálfa. Við sjáum hana hérna efst á myndinni. Og hérna númer 5, það þvottagerið. Númer 4, það það sem að dýrunum var slátrað
og númer 3 þá brennifornaraltarið, númer 6 öskuhaugurinn og númer 2 þá bara forgarðurinn. Og þannig var þetta sem sagt skipulagt og tjaldbúðin sjálf var svo í tvennu lagi. Hann vill ekki skipta. Helgi skipti bara fyrir þig. Það komið. Já, það kemur það. Bara stuttlega, nú erum við inn í fremri hluta tjaldbúðarinnar. Við norðurvegginn sérðu lítið borð með 12 brauðhleifum á. Svo sérðu ljósastíkuna við suðurhliðina og fyrir miðju, svona nokkurn veginn, reykelsisaltarið. Og inn í hinu allarhelgasta var kistan með boðorðunum 10 og Páll segir okkur í Hebreabréfi að þar hafi líka verið manna og stafur Arons sem að blómstraði. Kerúbar voru síðan á lokinu og svo var svona kóróna sem að var hringin í kringum lokið til þess að gefa til kynna að þetta væri hásæti. Þetta bara önnur svona svipmynd af þessu sama sem við farið yfir. Og Móse fékk sem sagt skilaboð frá Guði hvernig þetta ætti að vera. Þannig að tjaldbúðin að engu leyti eftirmynd annarra mustera hjá til dæmis Kananítum eða öðrum þjóðum. Þetta var frummynd frá Guði sjálfum og allur boðskapurinn sem að fluttur í myndmáli boðskapurinn Jesúm Krist og hann krossfestan. Og þannig vill það til að hver ættbálkur hafði sinn gunnfána og það ekkert óeðlilegt því að við Íslendingar viljum hafa okkar eigin fána og hér sjáum við gunnfánana alla saman og hérna Júda í austri og Rúben í suðri og Efraím í vestri og Dan í norðri. Þessir 4 voru svona aðalfánarnir og voru stundum fánar sem voru nokks konar kynning fyrir hina ættbálkana líka. Og hérna sjáum við sem sagt forgarðinn, öskuhauginn, brennifornaraltarið og kerið, þvottakerið, brauð, hérna skoðunarbrauðsborðið eins og Lúther kallaði það. Og svo höfum við hérna, skal við sjá, var nú aðeins og fljótt. Og svo höfum við hérna reykelsaltarið, ljósastíkuna og svo kistuna með boðorðunum. Og fyrir norðan var það örninn og austan ljónið, maðurinn að sunnan og svo nautið að vestan. Þetta voru aðal gunnfánar Ísraelsmanna og það vill svo til að meira að segja Guð sjálfur þegar hann opinberaði sig í sýn fyrir Esekiel að þá notaði hann þessa gunnfána til þess að segja við þá sem á jörðinu bjuggu að himinninn berðist undir sömu gunnfánum og söfnuður Guðs á jörðinni. Og hér sjáum við þessa sýn Esekiels. Ég efast ekki að það sé erfitt fyrir listamanninn að gera sér í hugarlund hvernig þetta leit út
það sem Esekiel sér til að byrja með svart ský. Og eftir því sem skýið kemur nær Esekiel, þá sér hann fær hann að sjá inn í skýið. Og þar sér hann hjól innan í hjóli sem að snýst aftur og fram og tilbaka. Og þá sér hann líka þessa gunnfána Ísraelsmanna. Hann sér ljónið og örninn og manninn og uxan. Og svo sér hann einhvern sem líkist manni sitja á hásæti og undir hásætinu safírsteinn og yfir hásætinu regnboginn. Þannig að hér Kristur sjálfur í hásæti sínu og gyðingarnir þeir túlkuðu söguna þannig að hún væri eins og hjól sem snerist í hringi, að hlutirnir væru að endurtaka sig í sífellu. Eins og Salomon segir, það ekkert nýtt undir sólinni. Það sem var, það kemur aftur. Á meðan að Grikkirnir þeir litu á söguna sem að hún færi frá einum punkti til annars óendanlega. En gyðingarnir töluðu að það væri endurtekning á sögunni aftur og aftur. Og við þurfum að muna eftir því að þegar Esekiel fær þessa sýn, þá liggur borgin Jerúsalem hún í rústum. Musterið ekki til lengur, Salomons musterið. Það búið að kveikja í því og það búið að rífa það niður. Það búið að rífa niður borgarmúrana. Og þeir einu sem eftir eru af Ísraelsmönnum, það eru bændur og alþýðan. Allir aðrir eru herteknir og allt gull Salomons og silfur og eðalstein, þetta allt farið til Babýlonar. Og þarna situr Esekiel og að velta því fyrir sér, eigum við nokkra framtíð sem þjóð? Og Guð, hvar ertu? Nebúkadnesar kom í fyrsta sinn 605 og svo hann búinn að koma í tvígang aftur. Og nú árið 87 komið og einhver framtíð. Já, segir Guð, eftir 70 ár getið þið snúið heim aftur ef þið viljið að ég sé með ykkur. Annars munið ekki snúa heim aftur. Þið getið ekki gert það upp á eigin spýtur. Ég verð að koma til. Og ef að þið leyfið mér að aðstoða ykkur við það, þá skulið þið fá að koma heim aftur eftir 70 ár. Sem og þeir gerðu. En fyrir Esekiel, þá var allt þjóðlífið í rúst. Og hann sá enga möguleika nokkur staðar. Og þá það Jesús birtist í sínu hásæti með regnboga sáttmálans yfir höfði sér, sitjandi á hásæti úr safírsteini sem heitir trúfesti. Og hann hefur fullkomna stjórn á öllum málum þessa heims, því að hjólin snúast eins og Guð vill að þau snúist. Þannig að þó okkur finnist Guð vera fjarlægur og við skiljum ekki átök sem eiga sér stað í heimi okkar, þá það engu að síður Guð sem einhvers staðar þarna að verki og heldur aftur af illskunni eins lengi og hægt en sú stund kemur að Guð sleppir hendinni af illskunni og hún fær að fara sín eigin leið. Hér Kristur í hásæti sínu í þessari frægu bók sem kennd við Kólumba sem var kristniboði á eyjunu Helgu við Suðureyjar og ég tók þetta með svona meira til gamans vegna þess að þessir kristnu keltar að þeir notuðu þessi sömu gunnfána þegar þeir voru að skreita Nýja testamentið
og maðurinn sem var fyrir sunnan við hérna tjaldbúðirnar, það Matteus, ljónið sem var í austri, það Markús, uxinn í vestri, það Lúkas og örninn í norðri, það Jóhannesarguðspjallið. Og þetta gátu keltarnir gert vegna þess að þeir kunnu Gamla testamentið utan að og ekki síst Mósebækurnar því að þeir notuðu Móselögin sem lög fyrir sitt eigið þjóðfélag. Og hérna sjáum við að það hefur orðið örlítil breyting á þessu að í staðinn fyrir ljónið komið dreki. En ég alveg sannfærður að þöks í keltunum að þá verður þetta að þessum vættum sem eru í kringum landið okkar. Þetta allt í lagi, þetta truflar ekki neitt. En hér sjáum við manninn, uxann og örninn en okkur vantar ljónið. En þá ætlum við að snúa okkur að þjónustunni í musterinu. Og Páll postuli í 9. kafla Hebreabréfs og 1. versinu þar, þú verður því miður að fletta upp í gríska testamentinu, hann kallar þessa þjónustu sem framfer við musterið réttlætis þjónustu. Þetta þjónusta sem að Guð einn innir af hendi til þess að gera manninn réttlátan í sínum augum. Þetta ekki eitthvað sem maðurinn gerir til þess að þóknast Guði, heldur það Guð sem mættur til þess að þjóna manninum þannig að hann geti komist aftur í sátt við Guð sinn og þannig öðlast eilíft líf. Þetta gríðarlega fallega tekið til orða. En hér sjáum við musterið aftur, hér auðvitað brennihornaraltarið og þvottakerið og svo sjálf tjaldbúðin. Og að næturlagi þá var þarna eldsúla sem að lýsti upp búðir Ísraelsmanna en skýstólpi aftur á móti á daginn. Það hlýtur að hafa verið mjög einstök upplifun að hafa Guð svona nálægt sér. Þó að maðurinn sæi ekki Guð þannig lagað, þá sá hann táknin sem táknuðu nærveru Guðs. Og hér sjáum við dúkana sem að tjaldbúðin var búin til úr. Innst var baðmullartjald, skreytt englum úr gulli og silfri og ég veit ekki hverju. Svo komu geitahársdúkur og svo kom rauður gærudúkur af hrútum og svo sækýr yst og sá dúkur var mjög dökkur. Hvort að Salómons musteri leit þannig út vitum við ekki en það var ein svo alfegursta bygging sem nokkuð tíman hefur verið búin til af okkur mönnunum. Og þetta Heródesar musteri sem var líka stórglæsilegt, klætt marmara. Þetta mynt sem að sýnir framhliðina á musterinu þannig að við vitum nokkuð með hvernig það leit út. En þá erum við komin að sjálfum boðskapnum. Að svo elskaði Guð heiminn að hann gat ekki hugsað sér að hann liði undir lok. Og hann sendi þess vegna son sinn til þess að greiða sekt okkar mannanna, til þess að gera okkur réttlát í augum Guðs. Það sem skiptir miklu máli þegar við erum að tala þessar tákmyndir er það að tilbiðjandinn við altarið og sem fórnaði dýrinu, ef hann sá ekki Jesú Krist í fórninni, þá skipti fórnin engu máli. Þú gast fórna hjörðum af sauðum og geitum og nautgripum og ég veit ekki hverju.
ef að sá sem fórnaði sá ekki að þetta var til þess að minna á loforðið það að Jesús myndi koma og gefa líf sitt, þá skipti fórnin engu máli. Táknið sem slíkt var bara til þess að minna á það sem verða myndi. Táknið réði engum úrslitum. Og öll þjónustan snerist það sem Kristur myndi gera. Ekki það sem dýrin táknuðu, heldur það sem að Jesús myndi gera. Og hér það Davíð sem að syngur hennan fallega sálm. Sæll sá afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Þegar hann skrifar hennan sálm og sálmi númer 51, þá hann nýbúinn að ræna annars manns konu og taka eiginmann af lífi. Og svo blindur var Davíð á sína eigin sekt að Guð varð að senda Natan spámann til Davíðs sem flutti honum dæmisögu níðingsskap Davíðs. Og Davíð án þess að gera sig grein fyrir því dæmdi sjálfan sig til dauða. En þegar hann gerði sig grein fyrir því að það var hann sem var hinn seki í sögu Natans, þá leið honum rosalega illa, en býr þá til þetta ljóð og ljóðið númer 51. Sæll sá maður drottinn tilreiknar eigi misgjörð, sá eigi geymir svik í anda. Meðan ég þagði og neitaði að játa synd mína, tærðust bein minn allan daginn, kveinaði ég, því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér. Lífsvökvi minn þvarr sem í sumar bresku. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgafst syndasekt mína. Vinir, við þurfum ekki að bera svona játningar á torg. Við getum farið afsíðis og verið ein út af fyrir okkur og tala við Guð í hreinskilni og beðið hann hans náð. Og hann mun svara þeirri bæn leið og hún hrýtur af þínum vörum. En þá ætlum við að líta á nokkrar fórnir. Ein fórnin ber mörg nöfn, brennifórn, alfórn, eldfórn, morgun- og kvöldfórn, og svo var hann líka kölluð hinn daglega fórn, hinn stöðuga fórn. Þessi fórn var framkvæmd þannig að morguninn var lambi slátrað og það lagt á altarið. Og þar var það til kvölds. Þá var 9 lambi slátrað og lagt á altarið og þar var það til næsta morguns. Þannig var í gangi 24 stunda fyrirgefningar þjónusta. Þannig að sá sem að felur sig Guði fyrir trú, hann hulinn þessari fyrirgefningar þjónustu sólarhringinn á enda. Varðandi þessa fórn þá var ekki tekið fram hvaða sem að hún fyrirgefur. Og þess vegna hefur maður leyft sér að draga það ályktun að hún hreinlega fyrirgefur allan okkar veikleika, allan okkar ófullkomleika
og öll okkar mistök sem við ekki sjáum, sem við ekki tökum eftir, en allt fyrirgefið, allt hreinsað og allt hvítfáað vegna þess að það 24 stunda fyrirgefning í gangi allan sólarhringinn, alla sólarhringa, allt árið. Og mér finnst þetta ein fegursta fórn af þessum fórnum sem að nefndar eru. Þá höfum við fórn sem kölluð syndafórn, en þá þurfti sá sem að hafði gert eitthvað án þess að hafa ætlað að gera það, samt sem áður að bera ábyrgð á því sem hann gerði, þó það hafi verið að vangá, þá þarf hann að taka ábyrgðina á því og biðjast afsökunar, biðjast fyrirgefningar á því. Og okkur finnst kannski óþægilegt að Guð skuli halda og gera okkur ábyrg fyrir slíkum hlutum. En vinir, ef við ætlum að vaxa í því að gera það sem rétt og gera það sem gott og það sem fagurt, þá þurfum við að taka jafnvel ábyrgð á því sem við gerðum án þess að hafa ætlað að gera það. Ef við ýtum því undir teppið og hunsum það, að þá getur það orðið að vanabundinni hegðun sem á eftir að hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér. Persónulega ég mjög sáttur við það að Guð skuli gera mig ábyrgan, jafnvel fyrir það sem ég ætlaði ekki að gera. Því að það gerir það verkum að ég get kannski orðið að örlítið betri manni. En hér fórnvinni sem að hefur skipt mig geysilega miklu máli. Ef að þessi fórn væri ekki til, þá væri ég ekki kristinn í dag. Ég get að lofa þér því, ég væri ekki kristinn maður í dag. Við segjum þá sem gera eitthvað viljandi, já, en þú ætlaðir að gera þetta og þess vegna fyrirgefi ég þér ekki. En þannig það ekki með Guð. Hann veit að við gerum stundum hluti sem við vitum að við ættum ekki að gera, en við gerum það samt. Og hann segir, ég skal fyrirgefa þér. Það voðalega auðvelt að detta inn í sjálfsréttlætingu með því að segja, já, ég ætlaði hann ekki að gera þetta, ég meinti hann ekki svona, ég tók þetta óvart af því mér vantaði þetta, ég ætlaði þetta að skila því aftur. Og við getum fundið upp á endalausum afsökunum fyrir því að við gerðum eitthvað sem við þóttumst ekki ætla að gera. Og svo stöndum við þarna helsegg, engu að síður. Og það eru nefnt hérna 5 atriði til þess að undirstrika það að sektarfórnin fyrir viljandi syndir. Og Nýja testamentið, það ekkert að tína til þessi smáatriði vegna þess að hinir kristnu á fyrstu öldum höfðu enga aðra biblíu en Gamla testamentið. Og þess vegna þekktu þeir fórnarkerfið og þeir þekktu hvaða syndir Guð fyrirgaf. Ef þú til dæmis verður vitni að einhverju og neitar að bera vitni, þá ert að fara gegn betri vitund. Og Guð segir, það óafsakanlegt. Það viljandi synd. Ég skal fyrirgefa þér það, en þú ert ábyrgur engu að síður. Og ef maður kemur í snertingu við eitthvað óhreint
og óhreint allt milli himins og jarðar, sem að óhreinkar hugarfarið, sem að óhreinkar tilfinningarnar, sem að óhreinkar orðin sem falla af munni okkar, sem að óhreinkar athafnir okkar í garð annarra. Og ég tel mig ekki vera í stakk búin til þess að tína það allt til. Það verður hver og einn að finna það hjá sjálfum sér, hvað sem veldur óhreinleika hið innra með mér. Að sverja falskan eið, það mjög áberandi og viljandi synd, en jafnvel það fyrirgefanlegt. Sviksemi af hvaða tagi sem lofa einhverju en svíkja það. Og ef maður fer viljandi gegn boði Guðs, þegar hann til dæmis segir, ef einhver bankar á dyrnar hjá þér, að vitna í Jakobs bréf, og hann á engan mat og engin klæði, og þú segir við hann, farðu og éttu það sem úti frýs og reynda að skaka þér til að þér volni aðeins. Þá ferðu gegn æðsta kærleiksboði himinsins að elska náungan eins og sjálfa þig. Og það viljandi synd. Að skella hurðinni framan í þann sem ekkert á og segja, mér kemur þú ekki við. En Jesús segir, ef þú tekur þá ábyrgð á þig að viðurkenna þetta sem synd, þá skal ég fyrirgefa þér þetta allt saman og ég skal gefa þér þar ekki styrk til þess að hætta þessu. Og þá það sektarfórnin, það mátti koma með geitur, sauðfé, turtildúfur, þær nú flækingar hér, ungar dúfur. En sjá kemur hérna í 5. lagi, mér finnst það alveg stórkostlegt hvað Guð hugsunarsamur. Ef ég svo fátækur að ég get ekki einu sinni komið með dúfu eða spörfugl, það mátti líka koma með spörfugl, þá mátti ég koma með hnefafylli af hveiti. Því að fræ hveitisins, það deyr í jörðinni, alveg eins og dýrið það deyr til friðþægingar. Eins deyr fræið til friðþægingar og þú mátt koma með korn, hnefafylli af korni og Guð viðurkennir þá fórn sem jafn dýrmæta og þó þú hefur komið með uxa. Og þeir sem komu með slíka fórnvinir, það voru hinir fátækustu meðal fátækra, sem skriðu akrana á 4 fótum til þess að tína það korn sem lá eftir þegar uppskurðartíminn var liðinn. Jafnvel hinn alfátækasti gat komið með fórn til fyrirgefningar syndana. En allar þessar athafnivinir, það gera það verkum að ég verð ábyrgur. Þessar hérna fórnir voru allar færðar samtímis, kalluð friðarfórn, lofgjörðarfórn eða heillafórn. Engin skylda að koma með slíka fórn, en margir koma með slíka fórnir í þakklætisskyni. Kalluð líka veififórn eða lyftifórn, matfórn og dreipifórn. Dreipifórnin var bara
hreinn vínberjasafi sem var þá hellt yfir dýrið og matfórnin, hún táknaði í raun og veru mitt framlag til einhvers konar fórnfæringar. Við sjáum að þetta flettað inn í faðirvorið. Fyrirgef oss vora skuldir svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Alveg eins og ég get komið með fórn til fyrirgefninga syndana og þá þarf ég líka að koma með sjálfa mig sem fórnfæringu til þess að mín fyrirgefningafórn sé öðrum til heilla. Og það auðvitað hægt að segja margt og mikið hverja einustu fórn út af fyrir sig en þetta eru fórnir sem færðar voru í þakklætisskyni. Við skulum segja sem svo að þú hefur orðið heppinn og öðlast eitthvað sem þú áttir ekki von á, að þá þáði Guð það að þú myndist þess að það hann sem í raun og veru vakir yfir þér og þess vegna þykir honum vænt ef þú kemur með svona friðarfórn eða veififórn eða dreipifórn bara til þess að segja takk Guð fyrir að þú myndir eftir mér. Og hér segir að Kristur hafi gjört nýja sáttmálan, fastan, það er að segja staðfestan, svokallaða miðja sjöund og þá afnam hann sláturfórn og matfórn. Það er að segja með fórnardauða sínum þá afnam Kristur allar fórnfæringarnar í musturinu því að þær bentu fram til komu hans. Og það er svo skrítið að þó að gyðingarnir margir hafi ekki trúað á Jesú og tekið við honum sem Messiasi og sem uppfyllingu allra fórnanna, þá einhvern veginn leið fórnar þjónustan undir lok í musturinu. Hún eiginlega hjaðnaði niður og varð að engu. Og hér sjáum við þessa sjöund. Þetta er tímabil sem að Daniel talar í 9. kaflanum. Þetta hérna er 1 sjöund, það er að segja 1 vika. Og í miðri þessari spádómsviku hérna, það er að segja árið 31, þá myndi Kristur gefa líf sitt. Og við höfum aðeins farið yfir þetta áður. Þetta er mjög merkilegur spádómur og mjög nákvæmur spádómur það hvenær Kristur myndi koma til skírnar. En það var árið 27 að hann yrði tekinn af lífi árið 31 og að þjóðin myndi renna sitt skeið sem fulltrúi Guðs á jörðu árið 34. Þegar þeir grýttu Stefán og ofsóttu lærisveinana sem boðuðu Jesúm Krist. Þannig að þetta er spádómur sem allar fórnirnar töluðu og tímasetningin kemur svo hjá spámannum Daniel. Og við langar þess að staldra bara andartak við þetta. Þetta eru hinir svokölluðu helgisiðakvildadagar, en þeir voru 7 talsins og þeir voru jafn háheilagir eins og 7. dagur vikunnar. En þessir háheilugu kvildadagar, þeir liðu allir undir lok. Fyrsti kvildadagurinn, við köllum hann föstudaginn langa. Og númer 2 er dagurinn þegar Jesú lá í gröfinni. Og númer 3 er dagurinn þegar Jesús reis upp frá dauðum.
Og númer 4 er hvítasunnudagur. Svo koma hausthátíðirnar, dagur trompetana, sem að gaf til kynna að friðþægingadagurinn mikli kæmi núna eftir 10 daga. Og svo kom laufskálahátíðin sem stóð yfir í 7 daga. þar sem að allir fögnuðu sem sagt dauða Jesú Krist á föstudeginum, upprisu hans og himnaför og hvernig allar fórnirnar gerðu það verkum að allir gátu lifað í sátt og samlyndi. En allir þessir hvildagar þeir liðu undir lok og Páll átti mjög miklum erfiðleikum með að fá gyðinga sem gerðust kristnir til þess að hætta að halda þessa helgisiðahvildaga. En hér sjáum við þetta stutta yfirlit. Jesú hann kom og skírðist árið 27, 31 dó hann eins og spádómurinn hafði sagt fyrir um. Og þá getum við spurt okkur að því hvað er fyrirgefning? Jú, hún á sér stað þannig að ég er í skuld við Guð. Vegna þess að ég er ófullkominn og ég geri eitt og annað sem ég ætti ekki að gera. Og sá sem getur losað mig undan þessari skuld er Jesús Kristus. Og þessi borgun, hún er ekki eitthvað sem að er svona, við skulum bara gleyma þessu. Því að Kristur þurfti að taka á sig auga fyrir auga og tönn fyrir tönn og hönd fyrir hönd og fót fyrir fót til þess að greiða skuldina að fullu. Og Biblían kallar fyrirgefninguna fyrir það að bera hvers annars byrðar. Og sá sem tók á sig sektarbyrði mína og bar að mína sekt á herðum sér var Kristur. Engin annar hefur getað gert þetta. Og þegar að Páll í Galdabréfinu biður söfnuðinn að bera hvers annars byrðar, þá er hann að segja við söfnuðinn: fyrirgefið hvert öðru. Leggiði niður allt rifrildi, allt þras, allt stagl, alla gagnrýni, allar aðfinnslur og berið ófullkomleika byrðar hvers annars með því að lifa í nafni sáttar og samlyndis og fyrirgefningar og miskunnar og umburðarlyndis og þolinmæðis. Og svo er hérna lítil upplýsing sem er dálítið ágætt að hafa með sér. Jesús talar mann sem skuldaði 10.000 talentur. Það er alveg hrikalega stór upphæð. Vegna þess að það eru 6.000 denarar í einni talentu. Og þú fékkst 1 denar í dagslaun. Og ef þú deilir, ef við segjum að vinnuvikan sé 6 dagar og deilir 288 vinnudögum í 60 milljón denara, þá þarftu rúm 200.000 ár til þess að borga skuldina. Nú, Jesús er ekki að segja þetta kostaði svona mikið. Eina sem Jesús er að segja: Björgvin, þú getur ekki borgað þína sekt. Það þarf son Guðs, jafningja Guðs, til að borga sektina, því að sektin er gagnvart Guði en ekki gagnvart manni fyrst og fremst. Svo þeir sem er að reyna að frelsa sig á grundvelli góðra verka, þeir eru að vinna vonlaust starf
því að ekkert okkar lifir 200.000 ár. Þó við vildum reyna að borga það með góðverkum, þá það ekki hægt. En Jesús sagði, ég á fyrir þessu og ég get borgað þetta. Ég tók þessa mynd með bara svona til þess að koma með stutta athugasemd. Hér Jesús með vinunum 3 í Daniels bók, Sadrak, Mesak og Abednego, í brennandi ofni sem að Nebúkadnesar hafði látið kynda. Því að ef einhver vildi ekki tilbiðja líkneskið úr gulli sem Nebúkadnesar hafði reisa látið, þá yrði sá hinum sama hendi í eldinn. Og strákarnir sögðu að skiptir engu máli Nebúkadnesar hvað þú segir og hverju þú hótar okkur, við munum ekki hlýða þess. Við tilbiðjum Guð himnanna og hann einan og við munum aldrei, þó að kosta okkur lífið, tilbiðja líkneskið. Þá lét Nebúkadnesar kynda ofninn 7-falt og henti strákunum inn í eldinn. Böndin brunnu og svo segir Nebúkadnesar, ég sé 4. einstaklinginn þarna inni. Og Nebúkadnesar segir þessi orð hérna, hann sonur Guðs. Sennilega hafði hann heyrt eitthvað hann. Og vinir, það getur verið ægilegt að standa andspænis logandi altarinu og eiga að fara í gegnum eldinn. Sek eins og við allir erum. En ef við tökum í hönd Jesú Krist og leyfum honum að fara með okkur í gegnum eldinn á altarinu, þá mun eldurinn ekki snert okkur. Hann nær ekki til okkar. Af því að við í Jesú erum frelsuð. Í honum erum við saklaus. Í honum getur enginn ásakað okkur fyrir neitt. Svo tók ég með mér hérna eina setningu úr þessari doktorsritgerð sem skrifuð af Norðmanni sem heitir Thorleif Búmann. Hann að bera saman hebreska og gríska hugsun. Og hann segir það eins skýrum orðum eins og hægt að segja það, að hvorki Gamla testamentið né Nýja testamentið talar eilífan eld í svokölluðu helvíti. Svokallað helvíti með eilífum eldi grísk hugmynd sem að Platón notaði og fleiri, og þeir kölluðu þetta helvíti fyrir Tartarus. Í Biblíunni það ekki til. Orðið sem þýtti með helvíti í Biblíunni merkir gröfin og ekkert annað. Eilífur eldur, segir þessi hérna sem búin að kanna sér hebreska hugsun, eitthvað sem brennur upp til agna. Og þegar það brunnið upp til agna, þá líður eilífi eldurinn undir lok. Hann heldur ekki áfram að loga. Þegar kubbarnir sem þú hendir í arinin allir brunnir og það askan ein eftir, þá hefur hinn eilífi eldur slokknað samkvæmt hebreskri hugsun og samkvæmt Biblíunni. Einhvern tímann var ég að spjalla við einhvern helvíti og þá kom innan úr eldhúsi við gyðingar sem trúum Gamla testamentinu, við þekkjum ekki helvíti kristinna manna. Og þá sagði við hann, veistu það að það ekki heldur til í Nýja testamentinu.
vegna þess að Nýja testamentið er bara endurspeglun á því gamla. En ég sagði við hann að það eru grískir heimspekingar sem hafa tróðið þessu upp á okkur kristna menn. En og ég alveg tala vinir, hvernig getur nokkrum dottið í hug að Guð kærleikans sé verri en Hitler? Fangar Hitlers, þeir fengu þó að deyja. En samkvæmt kenningu sumra, þá er Guð svo illgjarn að hann lætur sína fanga lifa og kveljast alla eilífð. Vinir, við getum ekki borið þetta upp á Guð. Fyrir utan það að þetta er ekki satt. Það segir í Nýja testamentinu að Sódóma og Gómora liggi fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Ef þú ferð til Ísraels í dag, þá getur þú farið þangað sem borgirnar voru, Sódóma og Gómora. Og hvað blasir við þér? Dauðahafið. Logar í dauðahafinu í dag? Nei. Það logaði þangað til allt var brunnið upp til agna. Þá hætti eldurinn. Og það eina sem þú sérð þegar þú kemur að dauðahafinu, þar sem borgirnar lágu, eða voru, er gígur. Sérð ekkert annað. Og við langar að staldra við þessa mynd líka, vegna þess að þegar Ísraelsmönnum var sagt að rjóðra blóði fórnardýrsins, páskalambsins, á dyrnar, þá var það til þess að engill dauðans myndi ganga framhjá. Og það er það sem orðið páskar þýða. Framhjá ganga. Við höldum páska af því að dauði Jesú Krists hefur gert það að verkum að dauðinn gengur framhjá dyrum okkar, af því á dyrum okkar stendur skrifað fyrirgefinn. Já, Biblían hvetur okkur til þess að bjóða okkur fram sem fórn þannig að við elskum náungan eins og okkur sjálf. Og tungumálið er sótt í fórnirnar hjá Ísraelsmönnum. Og Páll talar hérna sjálfan sig, skömmu áður en var hálshöggvinn, að nú verður mér hellt út. Og þá átti hann við dreipifórnina eða drykkjarfórnina. Og það var fórn sem að einstaklingur gat fært sem nokkurs konar fórn til Guðs, til þess að eins og að þóknast Guði með lífi sínu án þess að hann fengi nokkuð í staðinn út af fyrir sig. Þá er það Pétur sem kemur til Jesú og segir: hvað á ég að fyrirgefa oft? Gyðingarnir sögðu 3 sinnum, hámark. Og Pétur ætlaði nú að vera aðeins betri en fariseirnir og fræðimennir og sagði 7 sinnum. Og þá segi Jesú: nei, þú átt að gera það, þú átt að gera það 70, sem sjá fyrirgefið. Nei, ég er að fara vitlaust. Þú átt að gera það 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Og ég er alveg viss að hér er Jesús að vitna í spádóm Daníels bókar, að eins lengi og Ísraelsmenn vildu taka við fyrirgefningunni,
var fyrirgefningin til staðar. En þegar þeir höfðu krossfest Krist og hafnað lærisveinum hans, þá höfðu þeir leið hafnað fyrirgefningunni. Og sá sem hefur hafnað fyrirgefningunni, hvernig á hann að fá fyrirgefningu? Og svo segir Jesús þetta hérna sem alveg ótrúlegt. Ég stundum notaði þetta í sambandi við barnauppeldi. Og þótt hann misgjöri við þig 7 sinnum á dag og snúi 7 sinnum aftur til þín og segi, ég iðrast, þá skaltu fyrirgefa honum. Þegar barnið kemur í 7. sinn, sama daginn, rennblautur frá toppi til táar og skítur, það átti ekki að öskra á barnið eða flengja það eða hóta því, þú átti að segja ég fyrirgef þér. Og þá segir einhver, hvers konar rugl er nú það? Ég get lofaði því að þegar barnið skilur fyrirgefninguna, þá kann það líka að meta fyrirgefninguna og vera fyrirgefandi gagnvart öðrum. Þá er það þvottakerið, þetta fer að styttast hjá okkur. En það sem gerðist hérna við þvottakerið var það að í fyrsta lagi það var búið til úr speglum kvennanna. Þannig að þegar ég kem að handlauginni, ég má nota svo hátilegt orð, vaskinu á morgnana, þá var náttúrulega kíkja í speglinn fyrst. Og svo reyni ég að sjá til þess að spegillinn segir mér hvað það er sem þarf að kippa í lag. Og ef ég þarf að raka mig, þá ger ég það, og greiða mér, þá ger ég það, og busti minn tennurnar og svo framvegis. Þannig að spegillinn sem að er þá bæði boðurinn 10 og fagnaririndið, það segir mér hvernig ég þarf að hreinsa mig og þvo mér og halda mér hreinum. Og það var markmið með þessu þvottakeri að kenna okkur að vatnið sem í þessu tilfelli táknar heilagan anda, hann getur hjálpað mér til þess að vanda mína hugsun og mína tilfinningar og mín orð og mína framkomu. Ég man eftir því, ég má kannski ekki segja frá svona lögðu, ég man eftir því þegar ég var 11-12 ára strákur og við vorum í tassanleik heima á Sigló og allir vildu vera svona supertöffarar og ég fattaði fljótlega að vinirnir mínir sem ég var að leika mig með, þeir bölvuðu allir, þannig að ég lærði nú fljótt að bölva og reyndi nú að ganga fetinu framar en þeir með blótsyrði. En svo fekk ég alveg hrikalega vonda samvisku að vera með þessi blótsyrði. Og svo hugsaði mér, ég vil bara hætta þessu. Ég gat það ekki, það var orðinn vani. Og mamma og pabbi hefði kennt mér að biðja. Þannig að í hversin sem ég blótaði, þá stoppaði ég og ég sagði við Guð, fyrirgeðu mér blótsyrðin og viltu hjálpa mér til þess að hætta og ég veit að það er heilagur andi sem getur hjálpað mér og ég bið þig að gefa mér andan til þess að ég hætti að bölva. Það tók mér svona 3-4 vikur. Þá var ég laus við þetta. Hefur þetta aldrei komið fyrir? Því miður. En við ræðum það ekkert frekar. En þetta er það sem að þvottakerið táknar. Og bara þess að gera langa sögu stutta, að þegar að presturinn var vígður, þá var hann baðaður frá toppi til táar og eftir að hann hafði verið baðaður einu sinni, þá þurfti hann alltaf að þvo sér hendur og fætur
áður en hann byrjaði að gegna þjónustu við musterið. Og ég held að þetta sé mjög góð regla, að þegar við förum að heiman til vinnu, að þá séum við sátt við allt heimilisfólkið og allt fólkið á vinnustafnum, því að þá fer dagurinn vel og okkur líður vel og allt verður mikið, mikið léttara. En ef við svona höldum í gremjuna og reiðina og hvað hann mætti vera, að þá fer það illa með okkur og dagurinn verður ekki eins góður. Og Kristur, hann kom til þess að laugast og rísa upp til nýs lífs, og hann mundi líka eftir því að presturinn í musterinu þurfti að lauga hendur og fætur áður en hann gegndi þjónustu, og þetta kenndi Jesú lærisveinum sínum. Og það sem að einkenndi líf lærisveinanna eftir þetta var að þeir voru einn hugur og eitt hjarta og ein sál. Þeir hættu að rífast, þeir hættu að metast og þeir hættu að slást og þeir hættu að frekjast efstu stöðurnar. Þeir unnu saman eins og einn hugur og eitt hjarta. En það vegna þess að þeir höfðu lært af Jesú, bæði fyrirgefninguna og þjónustuna. Og þá ætlum við að enda á því sem er kannski eitt af því fegursta í Biblíunni. Og við ætlum ekki að segja neitt mikið ljósastikuna. Hún var gríðarlega fögur úr alveg massífu gulli. Hér er verið að stela henni eftir að Títus réðist á Jerúsalem, og Jesús er auðvitað ljósastikan á himnum, og hér er skoðunarbrauðsborðið sem að við köllum altarið í dag. Þegar við komum og göngum til altaris, þá þiggjum við brauð og vín, og það er til að segja á myndrænan hátt: Jesús, ég vil fyrirgefningu syndanna. Og hér sjáum við hérna þetta skoðunarbrauðsborð, og hér sjáum við Jesús stofna heilaga kvöldmáltíð á grundvelli þessa borðs hérna. En nú erum við komin inn í hið heilaga. Hér sjáum við reykelsisaltarið, og hér er reykelsisaltarið, og bara fáein vers sem að þú mátt aldrei gleyma. Hver skyldi ásaka Guðs útveldu? Guð sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesús er sá sem dáinn er, meir en það. Hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs, og hann biður fyrir oss. Og hvað er það sem að stendur hérna? Þetta er bara 4 vers. Hérna, ef við erum sátt við Guð vegna dauða Jesú Krists, þá munum við því mun fremur frelsast vegna lífs sonar Guðs. Og hérna kemur þetta svolítið skýrara. Óhlýðni Adams gerði alla að syndurum. Á sama hátt mun hlýðni Jesú Krists gera marga réttláta. Það er að segja, þú ferð ekki bara fyrirgefningu syndanna, heldur ferðu réttlátt líf Jesú Krists að gjöf. Og þess vegna segir Páll: hver í ósköpunum getur ásakað hinn kristna sem að hefur hlotið fyrirgefningu syndanna og hefur fengið tilreiknað réttlæti Jesú Krists? Hver getur ásakað hann? Og svarið er: ekki eins og Guð sjálfur gerir það. Hér segir: eins og dauðinn ríkti vegna syndarinnar, þá mun réttlætið ríkja til eilífs lífs
fyrir Jesúm Krist drottin vor. Syndin ólaf sér dauða, á sama hátt elur réttlæti Jesú Krist sem við fáum að gjöf af sér eilíft líf. Og vinir, ef að þú trúir þessu og leyfir þessu að búa í hjarta þínu og þegar að erfiðleikarnir steðja að þá segirðu, þá beinurðu sjónuðin að Jesú Kristi sem bæði fyrirgefning þín og réttlæti þitt. Og þá á óvinnurinn ekki í þér. Hér setning úr mjög góðri bók sem heitir Þráaldana. Faðirinn sér ekki gallaða skapgerð ykkar, heldur sér hann ykkur íklædda fullkomleika mínum. Þetta alveg ótrúleg setning. En sjáu hvað fagnarerindið fullkomið. Það fyrirgefur óviljandi synd, viljandi synd, 24 tíma fyrirgefning í gangi allan sólarhringinn. Og í viðbótið allar þessar fyrirgefningar fáum við tilreiknað réttlæti Jesú Krist fyrir trú og við erum meira að segja þrátt fyrir það að vera ófullkomin, fullkomin í augum Guðs. Manstu hvað Lúter sagði? Simul justus et peccator. Og hinn ólæsi þjóðverji, hann kunni þessa latínu utanað. Simul, leið og ég justus, ég peccator, ófullkomin. En ég fullkomin af því að ég hef þegið fyrirgefninguna og réttlætið og þó ég sé ennþá peccator ófullkomin ég samt fullkomin í augum Guðs. Fortjaldið, þetta ætlum við að fjalla eftir viku. Hvað Jesús að gera í hinum himneska helgidómi. Fjalla kerúbana og friðþægingar lokið og það sem í kistunni og þessa setningu ekki hvað síst. Sjáðu hvað Jesús segir við Jósúa sem æðsti prestur. Jósúa í óhreinum klæðum. Og Jesús segir við hann, sjá ég hef burt numið misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúðklæði. En þetta næsta vika. Þegar að friðþægingardeginum mikla var lokið, þá var þetta forhengi tekið niður sem var nokkurs konar skýrslugerð allt það sem við mennirnir höfum gert á liðnu ári. Farið með út fyrir tjaldbúðina og kveikt í því. Þannig að það ekki hægt að fletta upp í liðnum tíma, þó þú vildir það. Og að lokum þessi orð frá Hallgrími Péturssyni. Frelsaður kem ég fyrir þinn dóm. Þvílík setning. Vegna fyrirgefningarinnar, vegna tilreiknaðs réttlætis, kem ég frelsaður fyrir dómstól Guðs. Og ekki einu sinni djöfullinn getur ákært mig fyrir nokkuð skapandi, hræðandi hlut af því að ég í Kristi og Kristur mín vörn. Ég vona að þú hafi tíma til þess að kíkja við eftir viku, en ég þakka ykkur fyrir kvöldið. Dömurnar með smá hressingu haftast í horninu, ef þið hafið tíma.